Þriðja og síðasta sérleyfinu til leitar og olíuvinnslu á Drekasvæðinu verður úthlutað í næstu vikum. Meðal þeirra sem þar koma inn kínverskt risaolíufélag. Árlega verða greiddar 120 milljónir króna í leyfisgjöld. Svæðinu sem nú verður úthlutað það stærsta af þremur á Drekasvæðinu, alls 6.300 ferkílómetrar. En til samanburða má nefna að næststærsta svæðið 2.600 ferkílómetrar. Þeir sem fá leyfi til leitar og vinnslu eru norska olíufélagið Petoro, íslenska félagið Eikon og síðan kínverska olíufélagið CNOOC, sem einn af risunum og verður félagið með 60% leyfisins og rekstraraðili þess. Verkefnisstjóri olíuleitar hjá Orkustofnun segir það meðmæli að svona stórt félag sýni svæðinu áhuga. Já, sjálfsögðu, þetta náttúrulega bara mjög jákvætt að fá svona stóran aðila inn í olíuleitina á Drekasvæðinu. Athygli vekur að þarna vinna saman norskt og kínverskt olíufélag en Kínverjar hafa verið afar ósáttir við normenn frá því að Liu Xiaobo fékk friðarverðlaun Nóbels árið 2010. Þórarinn segir ákvörðun Kínverjana að sækja leyfi sína að þeir hafi trú á svæðinu. Þetta sem sagt í rauninni, má segja, lok annars útboð sérleyfa og nú eru þessir aðilar konur með leyfi, eða sem sagt þetta þriðja leyfi bætist í hópi núna í næstu viku og þeir eru bara með rannsóknaráætlun þar sem að þeir vinna eftir. Og leyfin eru til mislangs tíma. Stysta leyfið það til 7 ára og svo eitt leyfi til 10 ára og svo eftir að koma í ljós hvað þetta verður. En þannig að þetta sem rannsóknaráætlun sem liggur fyrir og það sést alveg, fólk getur séð hvað við ætlum að gera næstu árin.